Không, 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 không. Nú kom alltaf, það er einhver skrúðganga, ég má gleyma því. Það er einhver skrúðganga, hún byrjaði klukkan 1 örugglega. Hei. Já, ég vinn bara. Takk sem leiðis. Verður þú ekki næsta viðtal eða? Já, ég veit það. Takk fyrir veikindaleyfi. Já, ok. Já, og það.
Ágætu bæjarbúar og gestir, gleðilega þjóðhátíð. Fánahyllir okkar í dag er Friðrik Georgsson. Friðrik Georgsson er fæddur í Keflavík 17. júlí 1944 og er því jafn gamall lýðveldinu sem eins og allir vita fagnar 80 ára afmæli í dag. Foreldrar hans voru Georg Helgason, fiskmatsmaður og verkstjóri hjá skipaafgreiðslu Suðurnesja og Jóhanna Friðriksdóttir húsmóðir. Friðrik lauk iðnnámi frá Iðnskólanum í Keflavík í rafvélavirkjun og var fyrsti neminn sem brautskráðist í því fagi árið 1965. Friðrik hlaut meistararéttindi 1969 og löggildingu ári síðar. Hann starfaði við iðngrein sína en lauk síðar prófi frá Tollskóla Íslands og vann við tollgæslu til starfsloka. Friðrik er giftur Önnu Jónsdóttur, fyrrverandi kennara og starfsmanni Hitaveitu Suðurnesja og eiga þau 4 börn. Þau hafa 4 börn, 10 barnabörn og 8 barnabörn. Á yngri árum var Friðrik í skátafélaginu Heiðarbúum og sagði mér hérna áðan þegar við vorum að horfa á skátana, hann sagði ég veit ekki hvað ég hef oft tekið þátt í þessari athöfn. Og var ásamt fleirum Helga S. Jónssoni til aðstoðar þegar Helgi vann að gerð landvættana sem að nú prýða hér stöpul flaggstangarinnar hér fyrir aftan okkur. Friðrik hefur alla tíð verið mjög virkur í félagsmálum, hann var formaður þjóðhátíðarnefndar á sínum tíma og í mörg ár félagi í Lions-hreyfingunni. Langt árabil sat Friðrik í byggingarnefnd Keflavíkur og Reykjanesbæjar eftir sameiningu
og var formaður hennar skeið. Friðrik var einnig virkur í stjórnmálastarfi og lét byggingamál og framfaramál í sveitarfélaginu sig varða. Friðrik Georgsson, megi þú hafa þökk fyrir. En kæru bæjarbúar, hátíðardagskrá í tilefni á 17. júní hófst með hátíðarguðþjónustu í Keflavíkurkirkju og að henni lokinni þá gengu skátar frá heiðabúum undir lúðrablæstri frá lúðrasveit tónlistarskóla Reykjanesbæjar og gesta úr US Naval Forces Europe and Africa Band, það ekkert annað. Og þau komu með hátíðarfánan hingað í skrúðgarðinn. Ef ekki að gefa þeim gott klapp hérna böndunum. Þau voru eitthvað að minna bæjarstjórinn á það að þyrfti að skoða búningana hjá lúðrasveitin okkar, svona í samanburði. En svo dró Friðrik Georgsson upp fánan okkar að húnni eins og fram hefur komið og Karlakór Keflavíkur flutti þjóðsöng Íslands og Guðs lands eftir Matthías Jakobsson og við lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar. Og ég ætla að biðja að gefa Karlakórnum okkar gott klapp líka. Og þá mun núna Guðný Birna Guðmundsdóttir, forseti bæjarstjórnar, flytja okkur setningar ávarp. Guðný Birna. Kæru íbúar, til hamingju með þjóðhátíðardag Íslands. Í dag fagnum við 80 ára tímamótum landsins okkar, en þó vill svo skemmtilega til að þetta lendir á afmælisviku Reykjanesbæjar sem orðin 30 ára. Þegar ég hugsa Reykjanesbæ yfirleitt eitt orð sem kemur upp í minn huga og það orðið sigla. Sigla hugtak sem notað yfir þrautseigju og innri styrk hjá fólki sem lætur ekki erfiðleika í lífinu buga sig. Sigla almennt þróast með reynslu og reynsluna höfum við. Við erum kjarnafólk, sterkt og öflugt vinnuafl sem höfum byggt hér upp massíft og gott samfélag. Þegar við horfum til ættfeðra okkar og mæðra fyrir tæpri öld síðan, þá hægt að sjá þessa siglu. Ísland fékk stjórnarskrá sína árið 1874 og þar með löggjafavald. Svo héldum við áfram að ýta og þrjóskast áfram og svo var að við fengum heimastjórn árið 1904, tók reynda 30 ár, en þetta hafðist. Ýttin hélt áfram þar sem aðri leiðtogar tóku við af Jóni Sigurðssyni, þjóðfrelsishetju Íslendinga eftir að hann lést árið 1879. Og við urðum fullvalda þjóð árið 1918. Þetta ótrúlega merkilegt þegar horft til þessa árs 1918 fyrir meir en öld síðan. Á þessum tíma voru einna mestu frosthörkur í Íslands sögunni þar sem hitastigi víða land fór í -30 gráður. Katla gaus og eins og það hef ekki verið nóg, þá kom spænska veikin til Íslands á sama tíma. Eftir allt þetta hélt Ísland stolt upp á fullveldi sitt þann 1. desember 1918. En við hættum ekki þar. Því árið 1944, eða fyrir tæpum 80 árum síðan, var Ísland sjálfstæð þjóð frá Danmörku þegar íslenskt hugvit upp á sitt besta vann að því að undirbúa sitt tækifæri að biðja sjálfstæði í miðri síðari heimsstyrjöld. Til að sjá mikilvægi þess tíma þá var svokallaður D-dagur í síðari heimsstyrjöldina þann 7. júní eða 11 dögum fyrr þegar ráðist var inn í Normandí í Frakklandi. Þetta voru nefnilega mjög merkilegir og flóknir tímar en við Íslendingar, við vorum með okkar markmið og með okkar einskæru seglu þá náðum við þeim fram. Íslendingar völdu svo 17. júní þennan hátíðlega dag til að marka þessi tímamót sjálfstæði landsins þar sem Jón Sigurðsson fæddist þennan dag árið 1811. Þetta tímar sem við stöldrum ekki oft og hugsum en hver veit hvort að við værum sjálfstæð þjóð í dag ef ekki fyrir segluna í okkur hér áður fyrr. Færeyjar og Grænland enn undir dönsku krónunni þó að bæði löndin hafi fengið heimastjórn líkt og við áður en eru þó ekki sjálfstæðar þjóðir enn þann dag í dag.
Við erum nefnilega hér í dag af ástæðu og verðum að meta það. Svo ég vitni í einn gáfaðasta mann samtímans sem nýlega lést, eðlisfræðinginn Stephen Hawking, þá sagði hann: horfðu upp til stjarnanna en ekki niður á fæturnar á þér. Reyndu að ráða úr því sem þú sérð og skilja það og hugsaðu hvað það sem lætur alheiminn vera til og vertu forvitinn. Íslenskt hugvit áfram veginn, það fátt sem við getum ekki gert svo lengi sem við trúum því sjálf og við stoppum okkur ekki sjálf af. Það nefnilega svo gott máltæki sem segir: það svo mikill heimur til en svo lítill tími. Við Íslendingar erum stolt þjóð og þurfum við sem stýri ríki og sveitafélögunum okkar víðsvegar um landið að vanda okkur, að leggja okkur fram að gera vel og búa íbúum okkar til gott samfélag til að búa í. Þar sem við erum örugg, þar sem okkur líður vel og þar sem við erum hamingjusöm. Í mínum huga það Reykjanesbærinn minn, bærinn sem ég ólst upp í og börnin mín sem eru 4. ættliður minna fjölskyldu elst hér upp og viljum við hvergi annars staðar vera. Við erum sterk saman, vinnum málin saman og höldum áfram að gera Reykjanesbæ að okkar besta bæ og sáum okkar fræjum og ræktum þau því Ísland land þitt, það landið okkar allra. Kæru íbúar, gleðilegan þjóðhátíðardag, til hamingju með 30 ára afmæli Reykjanesbæjar, til hamingju með 80 ára afmæli lýðveldisins Íslands og megum við búa við velferð, hagsæld og góða tíma aldir alda. Takk fyrir. Já, við þökkum Guðnýju Birnu Guðmundsdóttur forseta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar kærlega fyrir hátíðarávar. Og þá næst komið að því að fjallkonan okkar, nýstúdent, hún Eva Margrét Falsdóttir, mun flytja ljóðið Ísland eftir Huldu. Og þegar ég búinn að segja þetta þá gefur þetta henni merki að nú megi hún leggja staði hérna niður stíginn. Ísland, Ísland, ég vil syngja þín gömlu traustu fjöll, þína hýru heiðardali, hamraskjól og vatnaföll. Þína fögru fjarðarboga, frjálsa blæ og álftasöng, vorljós þitt og vetrarloga, vallarilm og birkigöng. Ísland, Ísland, öllu skærri okkur hljómar tunga þín, hún skal nafn þitt, móðir mæra, meðan vornótt björt þér skín. Þegar hætta þér búin, þá skal glymja strengur hver, harpa málsins hugmóð knúin, hrópa á lið til varnar þér. Ísland, Ísland, ég vil búa alla stund í faðmi þér, huga minn og hjarta áttu, hvert sem vængi lífs míns ber. Vætta tryggðin vaki yfir, vogum þínum hlíð og strönd, meðan ást og óður lifir og í norðri blómgast lönd.
Við þökkum Evu Margréti kærlega fyrir flutninginn og þá komið að ræðumanni dagsins sem Böðvar Jónsson, framkvæmdastjóri og fyrrum bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ. Böðvar gegndi stöðu bæjarfulltrúa í 24 ár og hefur hann setið flesta bæjarstjórnarfundi allra frá stofnun Reykjanesbæjar eða samtals 453 bæjarstjórnarfundi. Þetta alveg svakalegt og því vel við hæfi að hann ávarpa okkur hér í dag. Reykjanesbær, eins og allir vita, fagnar 30 ára afmæli sínu þessa mundir og það var einmitt á því ári sem að Böðvar bauð sig fram fyrst til starfa fyrir sveitarfélagið. Böðvar Jónsson, gjörðu svo vel. Kæru bæjarbúar og gestir, gleðilega hátíð. Líkt og hefðbundið á þessum degi höldum við upp á þjóðhátíðardaginn með veisluhöldum og lúðrablæstri. Fánar eru dregnir af húni og fjallkonan blæs okkur baráttu í brjóst með ættjarðarljóðum frá fyrri tíð. Dagurinn í dag þó kannski enn hátíðlegri í margra huga þar sem við fögnum 80 ára lýðveldisafmæli leið og við fögnum því að hafa fengið fullt og viðurkennt sjálfstæði meðal þjóða heimsins. Þá dagurinn í dag einnig sérstakur í huga okkar sem búum hér í Reykjanesbæ, þar sem 30 ár eru nú liðin frá því að Reykjanesbær varð sérstakt sveitarfélag. Margt 17. júní tækifæri til þess að líta bæði fram á við, en ekki síður öxl og velta fyrir sér hvort við séum og höfum verið að ganga til góðs götuna fram eftir veg líkt og Jónas Hallgrímsson orti svo fallega. Það velkir sennilega enginn í vafa að við erum heppin að fá að búa þetta land, Ísland. Hér velsæld, öryggi og friður. Vissulega gremst okkur stundum að veðrið skuli ekki vera betra, en slík atriði eru léttvæg þegar horft til hörmunga heimsins sem vissulega herja á allt og víða. Í nýafstaðinni kosningabaráttu forsetakosninga sagði Katrín Jakobsdóttir fyrrverandi forsætisráðherra oft og iðulega að við Íslendingar væru sammála grunngildi samfélagsins en þau væru lýðræði, mannréttindi, jafnrétti og friður. Ég held að Katrín hafi haft hárrétt fyrir sér. Við kjósum friðum frá stríð, mannréttindi í stað kúgunar, jafnrétti allra og hinar síðari aldir höfum við Íslendingar valið að skera úr ágreiningsmálum með lýðræðislegum hætti þar sem meiri hlutinn fær að ráða. Þessi gildi okkur mikilsverð, en þau ekki sjálfgefin og þau eru alls ekki sjálfsögð. Og víða geisa stríð, mannréttindi eru þverbrotin, jafnrétti kynja aðeins hilling og fólk hefur ekki tækifæri til þess að kjósa sér forystufólk eða leiðtoga. Dæmi allt þetta sjáum við víða í löndunum í kringum okkur. Það skylda okkar á ábyrgð að standa vörð okkar grunngildi og tryggja að þau tapist ekki. Á næsta ári verða 50 ár liðin frá kvennaárinu 1975, en á því ári var barátta kvenna fyrir jafnri stöðu kynjanna sett á nýjan stall. Við Íslendingar erum stolt af jafnréttisbaráttunni. Við erum stolt af því að segja frá því að hér á landi sé staða kynjanna jöfn. Áratuga barátta fyrir jafnrétti hefur skilað okkur áfram veginn til góðs
og breytt okkar viðhorfum og gildum til hins betra. Víða heim þykja þessi viðhorf hins vegar fráleit og konur fá alls ekki sömu stöðu og tækifæri og kallar. En af hverju nefna þetta hér á 17. júní? Jú, ég nefni þetta hér í sérstökum tilgangi vegna þess að eitt stærsta verkefni samtímans að takast á við mikinn fjölda nýrra íbúa sem að hingað koma, ýmist vegna stríðsástands sem þau flýja frá heimalandi sínu eða vegna betri tækifæra sem þau sjá að bíða þeirra hér á landi. Enginn vafi á að innflytjendur frá öðrum löndum hafa almennt bætt hér samfélagið og tryggt að ýmis sóknarfæri í atvinnulífi hafa verið nýtt hér á landi sem að annars hefði ekki orðið ef þeirra hefði ekki notið við. En verkefni okkar hins vegar að tryggja að það fólk sem hingað kemur hafi ekki svo ólík gildi og lífsviðhorf við þau sem hér eru fyrir að það valdi árekstrum eða ófriði eða fjöldi þeirra verði svo mikill að grunngildi okkar samfélags breytist eða þynnist út og verði óræð og óskýr. Kæru bæjarbúar, við heyrum oft talað skautun í umræðu dagsins. Hlutirnir eru annaðhvort hvítir eða svartir, stórkostlegir eða hræðilegir. Fólk getur annaðhvort verið með eða á móti. Hlutleysi virðist ekki vera valkostur. Þeir sem ekki hafa sömu skoðun og einhver annar þar með orðinn andstæðingur eða óvinnur. Þessi viðhorf hafa ágerst í íslensku samfélagi á síðustu árum og valdið átökum sem í mörgum tilfellum hefði mátt komast hjá ef umræða og skoðanaskipti væru hógværari og sett fram að meiri virðingu gagnvart andstæðum sjónarmiðum. Í hinni daglegu umræðu stríðið á Gaza til dæmis algengast að fjalla sig annaðhvort þá sem styðja Ísrael eða þá sem styðja Palestínu. Af hverju þurfum við Íslendingar að taka afstöðu í slíkum máli? Af hverju þarf annaðhvort að styðja Ísrael eða Palestínu? Þjóðir sem átt hafa í stríði, ýmist sín á milli eða við aðra svo öldum skiptir. Við Íslendingar eigum einfaldlega að kjósa frið. Það okkar gildi og okkar viðhorf. Við viljum frið og við eigum að hvetja til friðar. Okkar hlutverk að segja að átök og manndráp sé ekki lausn á deilumálum heimsins, heldur fáist lausn með friðsamlegum hætti, þar sem aðilar tala sig til niðurstöðu, þar sem enginn einn snýr heim sem sigurvegari, heldur fara allir heim hæfilega sáttir. Þannig næst árangur og niðurstaða sem að heldur til lengri tíma. Sjálfstæðisbarátta okkar Íslendinga var í öllum tilfellum hófsöm, yfirveguð og friðsöm. Enginn féll í átökum vegna þeirrar baráttu. Jafnvel í baráttu okkur fyrir landhelginni á árunum 58 til 76 féll aðeins einn Íslendingur þrátt fyrir mikil átök á sjó við bæði Breta og Þjóðverja. Sá góði maður lést reyndar vegna raflosts sem hann fékk við viðgerðir á skipinu Ægi en ekki í átökunum sjálfum. Þannig höfum við háð okkar stríð og okkar baráttur hinn síðari ár með hófstilltum hætti og án mannfalls. Það okkar gildi og okkar viðhorf. Kæru bæjarbúar, þessar mundir fögnum við hér í Reykjanesbæ 30 ára afmæli sveitarfélagsins. Að mínu mati var það gæfuspor sem stigið var á árinu 1994 þegar sveitarfélögin Keflavík, Njarðvík og Hafnir ákváðu að sameinast í eitt. Sú ákvörðun var einmitt dæmi eitt af þeim grunngildum sem við Íslendingar viljum viðhafa. Það ákvörðun sem tekin var í lýðræðislegum kosningum. Í fyrstu hátíðaræðu þjóðhátíðardagsins sem haldin var eftir sameiningu þann 17. júní 1994 benti Kristján Pálsson, fyrrverandi alþingismaður og fráfarandi bæjarstjóri Njarðvík einmitt á að það hefði verið fólkið sem tók þá ákvörðun í lýðræðislegum kosningum að sameina sveitarfélögin. Í ræðu sinni sagði Kristján: Ég vona að tíminn sýni okkur að það var spor í rétta átt, í átt til meiri þroska og framfara sem okkur svo nauðsynleg. Þær vonir stóðust væntingar. Framgangur Reykjanesbæjar hefur verið mikill á þessum 30 árum. Samfélagið í Reykjanesbæ hefur þróast og vaxið og hefur,
á 30 ára tímabili verið eitt mesta vaxtarsvæði landsins. Íbúafjöldi sveitarfélaganna 3 var á árinu 1994 10.000 en 22.000 í dag. Fjölgun í Reykjanesbæ hefur því frá stofnun verið 120% á meðan fjölgun á landsvísu hefur á sama tíma verið 45%. Þessari miklu fjölgun fylgja hins vegar áskoranir sem mikilvægt að takast á við af ábyrgð og festu. Ábyrgð og festu sem að tryggja að lýðræði, mannréttindi, jafnrétti og friður verði áfram grunngildin í íslensku samfélagi. Grunngildin sem að við getum byggt á og treyst að börnin okkar og barnabörn lifi eftir. Og þannig njóta þau þeirrar baráttu sem foreldrar okkar og forfeður börðust fyrir í þeim tilgangi að færa samfélagið Ísland áfram veginn til góðs. Gleðilega hátíð. Jæja, kæru vinir, þökkum Böðvari Jónssoni kærlega fyrir hans hátíðaræðu. Ég ætla að biðja ykkur að gefa Böðvari aftur gott klapp. Þá erum við komin að lokum að þessari svona formlegu hátíðardagskrá hér, en nú tekur við fjör og alls konar skemmtiatriði hér á pallinum. Ég ætla að biðja ykkur að njóta þess. Það líka ókeypis aðgangur að Rocksafni Íslands og í Dúsafnahús, þar sem í dag opnar í bíósalnum sýning á líklega stærsta þjóðfána Íslands, sem hyltur var á sjálfri lýðveldishátíðin á Þingvöllum 1944. Þá að vanda boðið upp á kaffi, hlaðborð og ýmsum stöðum í bænum og ég hvet ykkur til þess að fara nú og fá ykkur 10 og 1 rjómatertusneið, Valli, eða ekki? Já, segir bakarinn. Það von mín að dagskráin höfði til sem flestra og stuðlega samveru og gleði á tímamótum. Segjum þessu formlega loki hér og gleðilega hátíð. Góðan daginn, verið hjartanlega velkomin. Ég ætla að kynna fyrir ykkur afmælisskór Reykjanesbæjar í tilefni af 30 ára afmæli Reykjanesbæjar og 80 ára afmæli lýðveldisins. Við ætlum að syngja fyrir ykkur 4 afmælislög, öll úr sitt úr áttinni. Byrjum á afmælissöng sem tilnefnd Reykjanesbæ eftir Jón Ásgeirsson. Og svo erum við með pólska afmælissönginn og ég bið ykkur innilega að afsaka framburðinn, hann ekki góður. En þið takið viljan fyrir verkið. Svo erum við með glænýtt afmælislag eftir Sólmund Friðriksson, lag og texti. Og svo ætlum við að enda á afmælisvísum Atla Heimis. Þetta létt og löðumann, þetta þeir sem kunna, þeir syngja með. Kórinn hérna fyrir neðan. Svo í blá loki þá kemur Karlakór Keflavíkur og sameinast okkur í Kvennakór Suðurnesja. Og þá syngjum við afmælislagi tilefni af 80 ára afmæli lýðveldisins Íslands, lag eftir Atla Ingólfsson, Njarðvíking, við ljóð eftir Þórarinn Eldjárn. En við byrjum á að syngja þessi 4 afmælislög undir stjórn Arnórs Vilbergssonar og með eru Sólmundur Friðriksson á bassa og Þorvaldur Halldórsson á trommur.
Gleðilegan 17. júní. Ég er Maja Jarðarber og ég ætla að kynna fyrir ykkur næsta dagskrálið. En það eru örlitlar breytingar og Bjartmar og Bergrisarnir koma á eftir. En það þýðir að næsta atriði er Team Dance Company og þau ætla að sýna ykkur nokkur atriði úr Matthildi og þetta er fjáröflunarverkefni af því þau eru á leiðinni á Dance World Cup. Gefið þeim gott klapp. Heyrðu, ég ætla að biðja ykkur að bakka aðeins af því þetta verður svaka dansatriði þannig að þau þurfa nóg pláss svo að enginn meiði sig. Jóel, það hjálpa
Mamma mín kallar mig kraftaverk. Pabbi minn kallar mig dúlludúskinn sinn. Prinsessa ég og ég lítið gull. Enginn sem mamma af heimi mamma send. Pabbi minn segir að ég sé djarfur dáti, dálalega flottur, sterkur býr. Með hvetur mig dáða með ráðum með dáð, því ég lítið dáti, 2 og 2, 3. Mamma mín kallar mig kraftaverk. Kemur strax í ljós, ég pönguleg. Alltaf ég lifta, alltaf náttúrulega stengsinn. Það sannarlega klálega ekki kraftaverk sem ég. Grét og Hans, þau gerðu stans í grænum Mínaskógi. Svo sagt, sú saga þekkt, allt og umblíjanlegt. Þau áttu aldrei séns og það fyrir þau lagt. Sagan var ekki á þeirra bandi. Þau skipa okkur fyrir skammalaus sem hundum. Þess vegna verðum við smá óþekk á stundum. Það þótt lífið að sé ósanngjarnt, þarftu ekki að þola ofrið hlæt og vankann. En þú verð alltaf eins og sér hvern mannfall, þá breytist ei neitt. Þó að þú sért lítill á það ekki há þér, láttu ekki lítill matmann í þér ná þér. Ef þú vinnur ekkert mun það vinna á þér. Fyrstu skæti stætt allt, því finnist það ókei. Það þó rangt og sé það ei rétt. Verður að breyta rétt. En til að breyta rétt það fyrir mig þó fjall. Þarf að breyta sögunni hætti neina. Stundum hægt að vera svolítið óþekkt. Þau standa hérna allir, að þau standist þess sem gefaði prinsessu englar, þó að það sé að þau get ég stóðs flóttaleið. Og eftir, engir eftir þá þar eru, en þá gefið dauða stríð, því að hálfbundi lífið nú löngu liðin tíð. Í þeim fangaklefa, já, þau sem svipst í þetta gamla táknar í heljarnar. Þú veist ég muna má að rempist, lífið ennþá lék við pingur. Þá lukkan fatti óvænt og heyrðist hóta prestens stúkurnar. Ég var líka kúristinn, svo spennt ég var að herra spurði þaula en eftir á mín fyrstu fórhaldslista verið ekki hláta. Ég vilji sé, og hlusta nú, já þú tímur að verða vanlega til heldur til móttunni á að hvort hann eftir stóði fyrir þetta hefnist já og mynd að vera ekstra var gátt og nætur. Hvað með reglunar? Mér finnst að Matthildur eigi að vera undantekning frá reglunni. Undantekning? Bull og vitleysa. Ég verð stór, verð ég svo stór að ég mun ná í næði, næstum mun ég ná í hæðir sem ég þarf að ná ég verð stór. Og ég verð stór, þá mun ég klókust kunna svör við því sem kennararnir spurðu mig. Ég veit það allt verð ég svo stór. Og ég verð stór, stóla gott í hvern dag, í vinnu fyrr og seint að sofa fer ég sér hvert kvöld. Á fætur ég fer fyrir sólarupprás, ég mun glápa á teiknimynd og gleyma mér. Mér sama því ég verð orðin stór.
þarftu ekki að þola óréttlæt og vankann. Ef þú er alltaf einn og sér hvern mann, þá breytist neitt. Ég verst enda fólki tekið þátt í þeirri sögu, þýðir ekki að ég sé skrifuð í þá sögu. Ef ég held að endurinn sé fullráð gengin, ég gæti allt eins sagt en mér finnist það ókei. Og það rangt. Alda óþekktar angi. Já, Karítas mín, herra. Hvað var ég búin að segja við þig að vera með tíkó í hárinu? Ég hata tíkó. En mamma minni finnst það fallegt. Hún segir að ég sé svo sæt með tíkó. Þá mamma þín bjáni. Hvað er það? Varið ykkur! Hugsaðu aldrei, sko ég hef það ef að ég segi blátt. Já, til dæmis óvíst að þér finnist blátt. Ná nokkuru átt eins og blátt yfir blátt þegar þú segir blátt. Ég hugsa lengst inn í höfðin á mér. Ég ekki alveg eins og hér fólkið flest? Því svörin þau koma til mín eins og álfar og sögur sem virðast skrifa sig sjálfar. Þegar mannfólkið hrópar það kallar af köllum og suðið í höfðin mér færist nær. Þagniði nú, öll fjölskyldan mín og já, sögur og sjónvarp á þagniði nú. Og ég veit það óskýrt, svo hvað skilur þú? En þessu verður reiði og sú reiðin ljós. En svo ólgan í innra, hún oftast mætt fín, en þó ekki í dag. Og hitinn höndinu og hjarta mitt stynur og augun mín brenna og þá kemur ég sem kemur. Matthildur, hvar er? Já, Karítas mín, herra. Aha, svo þú viðurkennir það, ekki satt? Viðurkenni ég hvað, Karítas mín, herra? Þú stalst þér sneið af gómsætu súkkulaðikökunni minni. Nei, ég gerði það ekki. Lars. Já, Karítas mín, herra. Þér fannst kakan mín góð. Var það ekki? Jú, Karítas mín, herra. Og ég biðst afsökunar, en ég... Nei! Ef þér fannst hún góð, þá skiptir það mestu máli. Er það? Já, Lars. Það gerir það. Nú, jæja. Mér fannst hún góð. Þakka þér fyrir. Unaðslegt, framúrskarandi. Þá skalt þú fá meiri köku. Hvað er að, Lars? Búinn að missa matarlistina? Tja, já, ég sko saddur. Ó, nei. Þú sko ekki sadd. Ég skal segja þér hvenær þú orðinn saddur. Og ég myndi áætla að þú verður ekki saddur fyrir en þú hefur getið alla kökuna. Ekkert en. Það engin tími fyrir neitt annað en að éta. En ég get ekki borðað alla. Mín herra, honum verður óglatt. Hann hefði þetta hugsað til það áður en ákvað að stela kökunni minni. Jættu. Ó nei. Jættu. Nei, af og frá. Jættu. Hann gæti sprungið. Jættu. Og jafnvel svælast, var ekki nei, en gætt að þvílast. Þjáðu nú, að kakan og þú, þegar ljóstin næstum nýja breið. Og nei, og vísan lasur ei, ég það samt glas, það springa kann, svo tegjanlegur, springur í lofthættin og segjanlegur, þess frá lóð, las. Aldrei fara á það allar glass, við reyndum veita lass, því hún skass, lass. Og við þarf vita bilast og marinas, það virðist vera ómögulegt, en hérna það greið. Vel gert, Lars. Glæsileg frammistaða.
Jæja. Komdu nú, Lars litli. Hvað? Hvert? Ó, gleymdi ég að nefna það. Þetta var bara fyrri hluti refsingarinnar. Það ekki allt búið. Nú það seinni hluti. Og það svartholið. Nei, Kardasmínirva, gerðu það, látt hann vera. Nei, gerðu það, ekki þangað, ekki fara með mig í svartholið. Þetta svo rangt. Aldrei hún nær sig framan að mér. Ég skal hún fá að taka frá mér frelsið. Og við gleymum aldrei glímunni við að fá að vera svolítið óþekkt. Aldrei skal geta svarthol segir nei. Aldrei skal mig hrekkja okkur nei. Aldrei skal ég efast mamma mín kalla mig Kristófer. Aldrei skal læsir bak til ásta. Aldrei skal gítur ekki og þetta taka við lóðir og þekki. Þau ljóta syngja söng og vera og þekki. Við óþekkt börnin svo með orðin og hjá kættu verður ófært algjör ófært. Við óþekkt börnin við lóðir og þekki. Þau ljóta syngja söng og vera og þekki. Við óþekkt börnin svo með orðin og hjá kættu verður ófært algjör ófært. Ég að leka, ég var í óþægilega stellingu. Nei, ekki taka mig. Góður.